Góðan daginn og velkomin. Við flýttum aðeins fyrir okkur og vorum búin að kveikja hvað tveimur kertum á. Og það fannst þér alveg gott, þannig að ég ætla bara að gera samkvæmt vananum og svo kveikjum við einu kerti á og svo þessu hérna. Þá var þetta alveg orðið nákvæmlega eins og höfum alltaf gert það. Okkur kann okkur líka vel vaninn. En er þetta svo inn á milli, í góðaskapinn okkar, að segjast allavega að brjóta hann svolítið upp í dag. En svo fer allt á sama veg. Líklega. Vaninn er ekkert alvondur og hann er alvondur ef þetta kemst ekkert annað að en vanaverkin. En ég held að það sé nú ekki svona hjá okkur fólkinu því að við erum nú býsna uppátekt á sögum þegar út í þá sálma er farið. Þannig að það er svo sem ýmsar leiðir til í lífinu og við erum alltaf að betrumbæta okkar líf vegna þess að við erum alltaf að stúdera orð Guðs. Orð Guðs nefnilega beturbætir lífið okkar. Það held ég að við getum alveg verið sammála hvar á vegi sem við erum síðan stödd á í þessu öllu saman sem er hann á mál. En við erum frjálst fólk í Jesú nafni og höldum við frelsinu með því að gera það sem Drottinn vill, sem er einkum og sér í lagi að stunda þetta samfélagið okkar, kirkjuna, og vera trúföst við hana. Og svo auðvitað elskum við fólkið og vitum það og vitum að við erum í þessu samfélagi komið á sama hátt og þetta fólk er komið á sama hátt inn í það eins og ég og þú. Og er ekki sannleikurinn sá að Drottinn dró okkur inn í það samfélagið. Það má alveg segja það að hann hafi dregið okkur inn í þetta og hitt samfélagið og hann er með auðvitað nokkur samfélag sem hann er með og sér sjálfur og þar til ég að vera að mæta þörfum okkar að okkur líkar betur við þennan hópinn hinn. Hefur ekkert með trún okkar að gera. Hefur miklu meira bara með eðli okkar að gera sem er hlintari þessum einstaklingi en hinum á þess að nein andstæða sé þar uppi. Þetta er bara, við erum bara ólík. Við verðum víst að búa við það að vera áfram þetta ólíka fólk og akkur ekki. Hvað er að því? Við erum bara svo við erum og aðalatriðið er það að við lifum bara heilbrigðu og heiðarlegu lífi sem að svona allflestir gera en ekki allir. Það er nú því miður þannig. Og það leynir stundum í hópnum okkar maðkur sem ætti ekki að vera það. En það er erfitt að koma í gegn því og varast öllu en við verðum bara þá að gera gangskur að því að ýta vininum út af vinkonunni. Ef hún er eitthvað á öðru forsendum heldur en Kristforsendum hjá okkur. Þannig er það. Annars þurfum við ekkert að sjá neitt það því að Drottinn bara sér það sjálfur. Hann veit alveg hverja hann á og hverja hann á ekki. Þetta er ekki áhyggjuefni mitt og ekki eitthvað sem ég er mikið að velta vöngum yfir og er reyndar ekkert að velta vöngum yfir en gæti svo sem alveg vita þetta að það leynist ýmis maðkur í misunni og akkur ekki þá í þessum samfélögum eins og alls staðar annars staðar er í samfélaginu. Ég held að þau lúti alveg sömu lögmálum og allt annað. Við vitum að Satan er hér til að stela, slóta og eyða. Og við vitum líka að hann reynir að rota sín og tota hvar sem er. Við
Við þurfum ekkert að pæla neitt í heiminum, hann á hann allan og stýrir þar og stjórnar eins og vill. En hann á ekki kirkjuna, en reynir að óta sín og tóta þar líka og tekst svona kannski stundarsakir, en bara stundarsakir. Drottinn sér sína söfnuði og ef eitthvað óhreint kemst þar inn, þá ýtir hann því út aftur. Þannig að það hefst ekkert við þar neitt nema, stundarkorn. Og kannski ég veit nú ekkert það hvort að hún tækist að valda usla, ég nú ekkert viss það endilega, því að Drottinn þetta bara ver og vernda sitt fólk. Það veit alveg hverjir eru þarna inn og hverjir eru hvers. Við þurfum ekkert að hafa neinar áhyggjur af þessu, við bara höldum áfram að þjóna Guði og dæmum engan og virðum hvort annað og gerum verkið sem Drottinn að bjóða. En það allt til að ég vita heitt á þess að við séum þetta svona líta einhverju hornauga á hvort annað, við gerum það nú oft reyndar, en það er bara vegna þess að við erum veikleika vafin með ýmsa bakgrunn á okkur sem við höfum ekki enn náð að vinna úr og það sem við höldum og teljum er nú ekki alltaf sannleikanum samkvæmt og þetta vitum við allt. Og líka við erum að búa okkur til ýmsar mótstöður sem eru engar mótstöður, þetta er bara í okkur sjálfum og enn og aftur komum við að þessum veikleika manna. Hann er þarna, bara þarna. En til þess að koma öflugu frá þessu þá erum við með Biblíuna og við erum með trúna sem hvetur okkur til þess að lesa Biblíuna, kynna okkur Biblíuna og tilenga okkur kennsluna þar fyrir okkur sjálf. Allir sem gera það, þeir standa nú nokkuð vel að vígi, skal ég segja þér. Við eigum að standa vel að vígi í öllu sem við gerum og öllu sem við tökum okkur fyrir hendur og gerum það svo fremi sem að Drottinn bara kemst að. Og svona þáttur er einmitt til þess að leiðin frá þér til Drottins sé alltaf greið. Og við ráðum alveg það hvort hún sé það ekki og við erum að stappa í okkur stálinu og hverjum degi með því að lesa orð Guðs og hvetja menn og konur til þess að lesa orð Guðs og við vitið það að tala það að maður skilji ekki þetta og þetta er ekkert annað tugga, þetta er bara frasi sem menn kannski er að afsaka sig með því að segja þetta. Og ég segi það, ég er búinn að vera við þetta í áratugi, að skilningurinn, hann er ekki vandamál, hann er ekki áhyggjuefni. Ég segi það af minni reynslu að þetta kemur bara á þeim tíma sem Drottinn vill að það komi. Mitt upphafi og eins með þig er að lesa orð Guðs og margt skilur maður ekki, en ég hef engar áhyggjur af því að ég veit þegar Guð vill og ef hann vill þá kemur skilningurinn, þó síðar verði. Við erum ekkert að tjalda til einna nætur á göngunum í Jesú. Þetta er bara það verkefni okkar það sem eftir lifir. Og hvað lifir lengi? Ég veit ekkert það, Drottinn veit það. En hjá mér hefur þessi trúaganga varið, bara á 4 áratugi. Og ég segi þér, hafðu ekki áhyggjur af því að skilningurinn sé svona upp og ofan hjá þér. Hann kemur á þeim hraða sem Drottinn vill að hann komi. Við erum óþolinmóð, kannski, það er nú eitt. Við viljum fá hann hér og nú og auðvitað allt í lagi að sækjast eftir skilningu orðið Guðs, en hann kemur ekkert fyrir hann á að koma. Allt í einu, þú ert bara á þinni göngu og allt í einu skilur þetta orð sem þú aldrei skilið með þessum hætti. Og hver gerði þetta? Jesú gerði þetta sjálfur. Kom það á púlti? Nei, það kom frá honum sjálfur. Er þetta ekki Rokkinn Mesti?
Ég veit ekkert hvað þér finnst hrokin, en þetta ekki hrokin mestið, þetta bara sannleikurinn. Þetta bara reynsla mín af trúargöngunni og ég að deila henni með þér að þessu leyti vegna þess að mér umhugað að þú skiljir orðið, til að mynda þetta að þú ert á þessari leið og á þessari leið myndu fá skilning. Því orðið sem þú last í dag eða hvernig sem var og þú fórst að velta vöngum yfir og leita jafnir ráða hjá til þess að útskýra og allt til að gera það, bara best á mál. Samt kom aldrei skilningurinn fyrir að þeim þjadartaki koma hann átti að koma. Og þá líka koma hann. Drottinn gerir þetta sjálfur. Ég margótt að rekja mig á þetta. Og ég reyndi að lækna þess mjög fljótt að því. En ég segi það ekkert að því að biðja aðstoð við þetta. En ég semst að fékk aldrei neitt út úr því. Því að skilningur sem að menn voru að reyna að segja mér og ég ekki að segja sér rangur, hann var ekkert að gagnast mér því ég náði ekkert upp í þetta. Því það var ekki komið að mér ennþá að ná upp í þetta reikningavers. Eins og allt í einu, eins og ég var að segja, gekk í gönguna og einu stað þá kom þessi skilningur. Bara eittir og bingo. Þess vegna ég alveg áhyggjulaus í dag þó ég skilji ekki en það fullt af hlutum í Biblíu sem ég skil ekki. Ég segi bara við sjálfa mig og við Drottinn, þetta kemur þegar þetta á að koma. Þarna sjáum við líka rosalega gagnsemi af reynslunni í trúnni. Áratuga reynsla í trúnni segir okkur miklu meira heldur en var til að byrja með. Áratugur seinna raun, þú ert að safna í sarp á þessum tíma. Safna í sarp af skilningi af orði Guðs sem allt opinberanir frá Guði. Ekki frá mönnum, frá Guði. Þegar þú skilur orð Guðs eins og á að skilja, þá það opinberan frá Guði. Ekki frá neinu öðru. Þetta hefur maður reynt margoft og þess vegna ég ekkert að leita eftir skilningi frá mönnum, en oft kemur skilningunum frá mönnum úr til dæmis púlti og svo framvegis. Og það þó bara leið Drottins að opinbera þessum einstaklingi þetta í gegnum þetta kerfi. Púltið nefnilega kerfi Drottins. Sérstakt kerfi, má segja. Og þeir sem að tala þar, þeir og þær sem að tala þar allt kalla fólk frá Guði. Það ég búin að sjá. Þannig að það fer enginn í púltið nema sá sem Drottinn hefur talað til að gera. Og ég hef aldrei orðið fyrir neinu vonbrigðum með einhvern einstakling í púlti að hann hafi verið að bulla einhverja steypu, en ég hef oft heyrt það fram í sala að vísu miklu minna um það núna heldur var hérna fyrir kannski 20 árum eða 30 árum. Þegar menn voru að ráðleggja hvorum öðrum svoleiðis að bara mönnum sundlaði og voru að ráðleggja eitthvað sem þeir hefði ekki hugmynd sjálfur. En maður heyrir ekki svo mikið þetta í dag og það náttúrulega Guðs blessun í því. Þannig að kennslan, hún að skila sér. Hún að gera sinn árangur í hópnum. Og af hverju árangur? Það bara einni ástæðu að þú ert að stunda þína trú. Þú ert að rækta þína trú. Vegna þess að þú vilt hlúa að þinni trú og vegna þess að þú elskar þína trú. Er það ekki rétt hjá mig? Jú. Og þú veist alveg hvað þú átt að gera. Þú ert læs. Þú ert vitiborinn manneskja og þú ert orð Guðs og þú ert að lesa orð Guðs. Og auðvitað lestu orð Guðs þér til skilnings. Því að það hef ég séð með orð Guðs að það fer í hjartað. Já, það fer í hjartað og hjartað orðið kannski fullt af orði Guðs. Guð veit eitt og sérhvert orð sem í hjartanu. Og hann velur, ákveður, ég ætla að láta hann skilja þetta. Og það pompar upp þaðan, úr hjartanu. Hvernig komst það þangað? Þú varst að lesa það. Þannig komst það. Þetta svolítið leyndardómur sem að ég hef lært
Ég veit að ég komið frá Guði sem að ég að miðla til ykkar því að það alls konar spurningar og já, sem að koma. Hvernig þetta virkar? Þetta virkar svona, þú lest og það fyrir hjartað og svo það þar. Og þú veist sem þetta til að mynda predika og kenna að þú ert kannski ekki, þú ert undirbúin auðvitað að sínu leyti, en samt að koma eitthvað upp sem að þú gerðir ekkert ráð fyrir og varst ekkert að pæli, það kom upp þá, vegna að það átt að koma þá, af því það var í hjartanu. Þetta ekki merkileg? Mjög merkileg, en svona vinnur Guð. Hann þarna. Þannig að ábyrgðin mín einkum og sérlagi, náttúrulega að trúa í dag á Jesú og ég rækta þetta samfélag og hann á hverjum degi vegna þess að ég vill það sjálfur. Þar liggur ábyrgðin mín þar að vilja þetta og ég geri það og ég geri því öll hin verkin líka sem að lesa orð Guðs, eins og ég segi, þau í hjartanu og koma þegar þau eiga að koma. Þetta mín reynsla og það langt síðan ég sá þetta að svona var þetta. Og það staður í orði Guðs sem að segir akkurat þetta. Þetta sjóður eins og út að safna í hjartanu. Þannig að við skulum ekki vanrækja það að gera það sem Drottinn vill. Eitt að hann hvetur okkur til að vanrækja ekki okkar safnaðar samkomur sem sumraði siður, því miður það nú þannig. Vegna þess að þar færðu uppbygginguna. Þess vegna þarf okkur að lynda við samfélagi. Lyndir okkur við samfélagi. Það allur gangur á því hvernig okkur lyndir við samfélagi. En samt þetta samfélag sem Guð hefur sett saman og sett mig inn í. Þannig ég skal bara læra að virða samfélagi. Sem maður gerir svona oftast nær. Ég eins og þú, að stundum kannski þyngsli yfir og þá kannski virðir maður það ekki eins og maður gerði þegar allt skínandi bjart. Þarna skýring, það skýring og öllu, það þessi mannlegi veikleiki sem alltaf að gera vart við sig. Mannlegu veikleiki. Og hann eins og hann og hann til staðar. Sjáðu fíluna sem kemur í fólk, hvað þetta annað mannlegur veikleiki, akkur fíla. Já, svaraði mér því, akkur það veit það enginn, en hún kemur. Og því kannski miður oftar en ekki. Þetta eitt af því sem við munum aldrei losna við. Þetta eitt af því sem við þurfum að glíma við, bæði okkur sjálfum og í fólki í kring. Og hvað ætlum við að gera í því? Hlaup úr samfélaginu? Ég spyr því það laust. Það ekki laust fyrir mig allavega, en ég get að lofa þér því. Og ég alveg viss að það heldur ekki laust fyrir þig. Farið annað samfélag. Sumi gera það. En ég segi, eins og áðan, það heldur engin laust. Því að það sem þú varst að flýja í þessu samfélagi, mun mæta þér þar líka. Því að það sem við erum að glíma við, segjum það, aðrir eru að glíma við það líka. Þannig þarna engin munur. Þess vegna þetta mjög klókt bragð, eins og bragð skyldi kalla, að Drottinn gaf niður þessa bók, Biblíuna, og gerði okkur svolítið svona upptekin af henni. Ég upptekin af orði Guðs. Þú ert það líka. Í gegnum orð Guðs stillum við saman strengina. Þess að tölum við sama mál, hvar sem við erum í Jesú nafni, þannig séð, og meira, sem kannski miður, ef við sjáum öll þessi vandamál hvert sem við verum. Þú flýrð ekkert þessi vandamál, þau bara, þannig að þú þarft í raun og vera ekkert að fara neitt annað. Þegar þetta allt saman þar líka
sem að þú ert kannski, þér eru nöpið á einu stað. Þú færð það þar líka. Þetta er bara fólk eins og ég og þú. Og fólk er bara eins og það er. Svona í dag, öðru sem morgun. Þannig við höfum klettinn, Jesú, við höfum orðið sem er sannleikur. Við getum farið eftir orðinu, trúið því að það sé sannleikur. Og hver, svo sem segir eitthvað annað orð Guðs en að það sé sannleikur. Viðkomandi hefur margsinnis reynt sannleik skildi orðsins og hann stendur á því fastar en fótunum í raun og veru. Þannig er það. Þannig við erum með þetta allt hjá okkur, við erum með þetta allt í hendi, en það er okkar að nota þetta. Og þessi þáttur, hann heitir Biblíuþátturinn okkar og er hvatning til mín og þín að lesa sjálfu. Vegna þess að ég, segðu þetta með mér, ég þarf að fá þetta í mitt hjarta. Ég. Þannig ég ber ábyrgð á minni trú og ég skal bera ábyrgð á minni trú því þú getur ekki borið ábyrgð á minni trú fyrir mig. Það er ekki hægt. Fyrir það ekki gefið og ekki mér heldur. En okkur er gefið samfélag, jafn ólík og við erum, sem við getum sameinast í vegna orðsins. Við erum ekki að koma saman til að frambera eigin skoðunum eitt og annað. Við erum komið saman til þess að lofa Guð í hjartan okkar. Við gerum það með ýmsu móti. Þess vegna er samlindið yfirleitt bara nokkuð gott inn í þessum samfélögum. Ég get alveg fullyrt það. En það slettist auðvitað upp á eins og alltaf gerist vegna þess að við erum bara manneskjur. Við getum orðið alveg út úr fúlar og allt saman það og fundist að okkur vegið fram og tilbaka að við erum bara manneskjur. Svo sem höfum við lært þetta fyrir margt löngu, en þetta er bara sannleikur. Hann er svona. Hann er ekkert öðruvísi. Þannig við erum án afsökunar ef við erum eitthvað að hverfa úr þessu samfélagi því það er okkur ekki að skapi, það er alveg pottþétt mál. Sé þetta samfélagi ekki þér að skapi, yður að skapi. Það verður eins og öðrum á nýjum stað. Nákvæmlega eins. En þetta geta menn farið þegar þeir vilja, það er ekki málið. Og farið þangað sem þeir vilja. En það mun sama mæta það. Nákvæmlega. Þegar framlíða stundir, þá mun nákvæmlega sama mæta. Ég segi, það er því ástæðulaust að vera að fara eitthvað. Þetta er nú eitt af því sem áratuga langa reynsla mín í trúnni hefur kennt mér. Þannig vertu bara það sem þú ert. Og allt áfram að lofa Guð. Ekki vera þannig til þess að njósna safnaði meðlimi, það er ekki þitt verk. Heldur til að lofa Guð með þig. Það er ekki þitt verk að vera flett ofan að eina. Svo fyrir utan það var nú yfirleitt ekki til þess að fletta neitt ofan að, það er kannski sögusögninni er önnur. Það er eitt sögusögn og einn annar staðurinn. Ég veit, þessi sögnuði nú bara í ágætisslagi. Ég fullyrði það. En svo langt sem það nær, ég er þar, þú ert þar, og ekki það nú til að bæta ástandið. En þetta er sögnuði Guðs, hann er svona. Og Drottinn var klókur, þegar hann setti þetta niður á milli okkar. Hann segir við mig, Konráð, farðu eftir þessu. Og hann nefnir þig, nefndu nafnið þig, farðu eftir þessu. Ok, við förum eftir þessu. Og viti menn, við erum að hlætti í orðið Guðs. Segjum það. Og hér sjáum við Jesaja. Og við erum jafnvel á sama andartaki að lesa 9. kafla Jesaja. Þó við séum
kannski hundruðir kílómetrar á milli okkar, ef út í það er farið. Drottinn að tengja þetta allt saman. Það veit alla. Og nú Konráð í Hafnarfirði að fara að lesa, svo einhver annar, einhver staðar langt í burtu. Á sama tíma, ég hef ekki hugmynd hann ekki mig, hann á sama stað, svipað leyti og jafnvel á sama tíma, 9. kafli Jesaja. Og ég ætla að lesa hérna aðeins. Sú þjóð sem í myrkri gengur sér mikið ljós, yfir þá sem búa í landi náttmyrkrana skín ljós. Og við erum að lesa þetta báðir, eða bæði. Þekkistu þið? Aldeilis ekki. En við erum samt að lesa þetta sama orð. Og hvað meira? Jú, þetta er samstillingin á milli okkar. Ekki mín orð. Þetta er orð Guðs. Þannig virkar orð Guðs, það virkar svona. Þannig að Drottinn er með allan heiminn undir, hann á náttúrulega milljónir manna af sinni hjörð, þar. Við erum allir með orð Guðs. Á okkar tungumáli. Þess vegna gæti hafi verið fjöldi manns með 9. kafla Jesaja á sama tíma og ég var að lesa það. Hvað, ég veit ekkert um það. Drottinn veit allt. En svona stillir hann þetta saman. Svo komum við saman í samfélaginu okkar. Í raun og veru er það ein rödd, Guðsröddin, sem talar. Svona gegnum gangandi er þetta nú þannig. Og svo hlustum við á orð Guðs og það er yfirleitt einhver einn sem að flytur það hjörðinni og allur hópurinn, stóra, smár, heyrir það sem verið er að flytja og meðtekur eins og hverjum og einum er ætlað að meðtaka. Svo loknum lestri eða ræðu hvað sem er, harla gott segir við. Hvað var svona harla gott? Trúin var að meðtaka frá hæðum þar sem henni var ætlað að meðtaka í þetta skiptið. Það er það sem skeiði. Við segjum aftur harla gott. Og það er harla gott. Þess vegna viljum við sjálf, og það er bara krafa frá Guði það, að við berum ábyrgð á þessu sjálf og hvernig við höldum við þessar ábyrgð með því að gera það sem að okkur snýr. Og hvað snýr okkur? Lofsöngur til Drottins á hverju nýjum degi. Það er ekki að vera einhver klukkutíma söngur, það getur bara verið eitt orð út í loftið. Jesús. Frá hjartanu, trúar hjartanu, hann heyrir þetta og hann gleðst yfir því. Þannig viðheldur hann þessu. Ég viðheld engu fyrir þig. Jesú viðheldur þessu í mér af því hann tók mig að sér. Sama gildir með þig. Við erum ólíkar manneskjur, alveg svo svart og hvít þess vegna, en við erum á sama stað þegar kemur á þessu málum. Við erum báðir og bæði að lesa orð Guðs. Samstillingartækið okkar er orð Guðs. Vissirðu það? Veit það ekki, ég veit ekki hvað þú veist. En þetta hefur Drottinn sýnt mér. Það er samstillingartækið og þú veist að orð Guðs er þetta samstillingartæki sem allir miða á og miða við. Í sinni ræðu og í sínu orði. Þess vegna er í raun sama hvar þú ert, að þú ert í raun að upplifa sama í þessu söfnu og hínu söfnu. Ég er auðvitað að tala um kristna söfnuði. Þetta er fullt af söfnuðum en það er ekki allir kristni söfnuðir. Ég er auðvitað að tala um þá. Hvers þú færir, hvers þú kæmir, þá verður upplifa eins.
Ég hef ekki farið í marga erlendasöfnið erlendis, en þar sem ég hef komið, nokkra þó, þar maður að upplifa bara eins og bara í Smára kirkju, kirkjunum minni, sama. Það allir með augun á Jesú. Það allir sem lyfta höndu til Jesú og falla á kné fyrir Jesú. Og svo læra þér upp úr orði Guðs sem Jesús kom með til okkar. Af því að hann stillir þetta allt saman og gerir með þessum hætti. Byrjar á því að gefa mig trú, svo fyrir ég að fýsa í að eiga orðið. Eins og kom fyrir hjá mér þegar ég fikk trú og mjög fljótt og eftir, þá sagði ég við sjálfa mig að þú verður að eignast Biblíu. Hver sagði mér það? Trúið mín sagði mér það, engin maður. Og sen ekki margir sagt þetta við mig eftir það, en þetta kom strax til mér en ég að eignast orð Guðs. Og það skeiði ekki löngu seinna. Og síðan hefur það fylgt með. Þannig við erum öll samstillt af því að lesa orð Guðs. Og hver höfundurinn yfir þessu og sérum þetta? Jesús. Þannig að þú sér að Jesús er allt í öllum. Ég er mikill og merkilegur. Minn þáttur í þessu er bara að taka við. Það er nú allt og sund. Og nenna þessu. Það getur verið bara áttan mesta kannski fyrir mig. Að ég nenni þessu ekki alltaf. Ég held að þú sett þarna líka. Ef við stígum á veikleikjan, yfir veikleikan, og komum styrkari af því að stíga yfir veikleikan, hann liggur bara eftir, og við eflaustum í Jesú. Og af því við erum að gera þetta eins og á að gera þetta, þá verður þetta bara okkur tamara. Svo komum við á þann stað að við ljáum ekki máls og öðru en að rækta þetta. Og það er sigurinn sem að trúin gefur. Og er þess vegna sigur hverra manneskju. En hún þarf að gera þessi verk. Hún þarf að biðja, við vitum allt um þetta. Og hún þarf að lesa. Við vorum að lesa áðan Jesaja 9. kaflan og ég var svona í að því að einhver kannski væri að lesa hann á saman tíma og ég, einhver strannast að það ég veit ekkert um. Guð veit það. Ekki þar fyrir að ég þurfi neitt að vita um það, en Guð veit þetta allt. En hvernig sem við lítum á þetta, þá orð Guðs samstillingar máttur. Hvað sem er í heiminum, þá er orð Guðs samstillingar máttur. Ég veit að við erum algjörlega sammála um þetta, en við höfum kannski ekki hort á þetta þessum augum áður. Þetta er opinberun. Og þá er þetta orðin opinberun fyrir þig sem sér þetta núna aðeins öðruvísi en þú sást áður. Og það er bætingin. Alltaf einhverja viðbóti. Orðið er búin að vera þarna allan tíman og það er engin í frétt með það. En núna sérðu það kannski aðeins öðruvísi. Að þetta kom opinberun. Skilningur frá hverju? Þessum manni? Nei, frá hæðum. Ég get ekki gefið neitt skilning frá hæðun ef mér sé gefin að fyrst. Þá get ég það líka. Og hver á að fá þakkir þar? Það liggur alveg fyrir, hann heitir Jesús. Sem gefur þetta allt. Hann er allt í öllu. Ég er bara peð í þessu máli sem er jú að sinna minni köllu. Það er nú alltaf svona sem ég er að gera. Ég er að benda á það að við erum með þessa bók og stillum okkur saman eftir henni. Þess vegna erum við í raun að tala sömu rödd hvar sem er. Og þetta vitum við sem að fylgjumst eitthvað með, og nú orðið auðveldara núna að fylgjast með þessu vegna þess að þú getur raun og veru, allir eða flestir þessi söfnuðir eru á netinu með það sem þeir eru að gera og þú getur alveg, þú vildir skoða það. Og þú sér þar allt þetta fólk, tekur þessa bók fram og gerir eins og ég, flettir, svo lesa á sínu tungumáli sem þú skilur ekki neitt í og það er allt í lagi.
Þú skilur þitt mál alveg ágætlega. En þetta er stilling, afstillingin fyrir hvern og einn kristinn mann. Og gerir að verkum að við tölum sömu tungu, sama róm, en á auðvitað okkar móðurmáli sem er allt annað mál. Manneskju var gefið orð Guðs. Manneskju var tekin úr heiminum, fyllt heilugum anda og trú og svo orð Guðs. Þess ég var að segja, þá var það eiginlega mín fyrsta hugsun sem kom eftir að ég frelsaði, að ég þarf að fá mér Biblíu. Ég var þá komin á fertugsaldur. Ég hafði aldrei átt Biblíu. Í 35-6 ári, ég man ekki hvað ég var gamall þegar ég frelsaði. Aldrei nokkurn tímann. Ég fekk, eins og ég oft talaði þá fekk ég Nýja testamentið að gefa frá Gideon þegar ég var 10 ára, það var nú 10 ára þá. Og það lá þetta ágæta testamenti bara ofan í smjörlíkiskassanum hennar mömmu, minnar blessunar, sem að hafði það í einu skáp og var þar með fleiri skjöl svona sem tilheyrði bara henni og börnunum og þið veitir hvernig mömmur eru, það er hún svolítið þarna. Og maður vissi að þessu og stundum fór maður að grams í þessu og einu sinni ætlaði ég nú aldeilis að taka mig tæki að fara að lesa þessa bók og hvað heitur hún að Nýja testamenti og að prófa það. Og ég gerði það. Opnaði. Þá var ég með Arnar Sjón, þurfti ekki gleru, smæsta letur. Og ég hletti og það er sennilega byrjað á Matteus og Guðspjall, það var Jesú og ég sagði, hei, ég nenni nú þessu ekki. Og þarna var ég svona, 11 ára, nei 12 ára kannski. Og síðan snerti ég ekki þessa bók. Þangað til að ég frelsaðist og ég sagði, heyrðu Konráð minn, þú þarft að fá þér Biblíu. Þá voru ég líka að lesa hana. Og ég er ennþá með hana uppi og ég er ennþá að lesa hana. Já, 36 ára síðar. Og þetta er þáttur sem hvetur okkur til þess að lesa sjálf. En ég er, eins og ég oft líka sagt, að ég er ekki vel að mér í Gamla testamentisfræðunum og ég hvet menn ekki þangað. Ekki menn auðvitað á því hvernig ég lesa þetta, því bæði er þetta auðvitað Guðsorð. En Jesús er frelsarinn okkar og við fræðustum hann í Nýja testamentinu. Hann segir sjálfur reyndar að gamli sáttmáli sé úreltur. Segir hann, þetta er bara hans orð, þannig að akkur verður að lesa það sem er úrelt. Þó sé úrelt að þá er það ekkert ógilt. Þetta heldur allt saman velli því að það sem Drottinn einu sinni gerir, það heldur bara velli. En hann breytti, hann breytti því með Jesú. Það sagði, Jesú er frelsarinn þinn og meira. Jesú kom með orð, nýja sáttmála sem liggur fyrir fram að þig. Og þú getur lesið það spjaldan á milli og eins og oft þú vilt segja það við mig, Konráð og minn bætur og svo við. Og það er einmitt það sem við erum að gera hér. Við erum að hvetja menn að þessu borði. Læra að bera ábyrgð á trúni sinni sjálfur. Því hver ætlar að bera ábyrgð á minni trú ef ég vill það ekki? Akkur á ég að leggja allt trúatraust mitt á annað fólk? Það er ekkert við. Hvað er það mín ábyrgð á mitt líf ef ég ætla að gera það? Ég hef alltaf þurft að bera ábyrgð á mínu lífi sjálfur. Akkur ætti það eitthvað að breytast með því þegar ég eignast trú og það breyttist ekkert þá. Nema jú, ég á trú og ég er í kristilegu samfélagi sem ég á, jú, og hef aðganga þegar ég vil. En allt hitt þarf ég að gera bara upp á eigin spýtur. Lesa, biðja og allt það. Og þetta vitum við. Og ég segi, ég vil bera ábyrgð á þessu. En auðvitað hjálpustu að samfélagi að bæði að bæta við skilning og auka skilning og við tölum oft orð Guðs. Og það eru skemmtilega stundina. En við segjum þetta gott og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig
og heldur þessu góða verki Drottins áfram, verið þið sæl.